Hvað er sannleikur? Til að byrja með þá eru flest allar biblíutilvitnanir teknar úr biblíuþýðingu 1981. Nema að það verið vitnað upp úr eldri og nýju þýðingum þá muni vera sagt frá því hvaðan sú biblíuþýðing er. Trúin er fullviss það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennirnir fyrr á tíðum góða vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orðið Guðs og hið sýnilega hefur ekki orðið til af því er séð varð. Hebrabréf 11:1-3. Svona á sínum tíma vitnaði Hebrabréfið fullviss og sannfæringu allra þeirra sem trúa, sem eigi er auðið að sjá, út frá því sýnilega sem við daglega sjáum gegnum sköpunarverkið sem með orði skapra himins og jarðar var til, sem fyrr á tíðum var vitnað að. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, 1. Mósebók 1:1. Sem og annars staðar vitnað fullvissi trúarinnar því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er. Hinn réttlætur mun lifa fyrir trú. Reiði Guðs opinberast að himni yfir öllu guðleysi og rangsleitni þeirra manna er kefja sannleika með rangsleitni. Með því að það er vitað verður Guð er augljóst á meðal þeirra. Guð hefur birt þeim það, því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnileg frá sköpun heimsins. Með því að það verður skilað af verkum hans, menninir eru því án afsökunar, Rómverjabréf 1:18-20. Því eins og er ritað, sá er framgengur í flekkleysi og iðkar réttlæti og talar sannleika af hjarta, sá er eigi talar rómi tungu sinni, eigi geru öðrum mein og eigi leggur náunga sínu svívirðing til, sem fyrirlitur þá er illa breyta, en heiðra þá er óttast Drottinn, sá er sver sér í mein og bregður eigi af, sá er eigi lánar fésitt með okra og eigi þykkur mútur gegn saklausum, sá er þetta gjörir, menn eigi haggast aldur, Sálmar 15:2-5, sem þýðir maður þarf að vera flekklaus og iðka réttlæti og vilja sækjast eftir því að tala sannleika af hreinu hjarta. Þannig það sem hinn trúaði þarf að læra að gera er að biðja, vísa mér vegu þína, Drottinn, kenn mér stígu þína, lát mig ganga í sannleika þína og kenn mér, því að þú ert Guð hjálpræðis míns, allan daginn vona ég á þig, Sálmar 25:4-5. Því til að læra að ganga í sannleik, þá þarf að biðja okkur himnaföður í einlægni að kenna okkur að ganga í sannleik. Eins og segir, ótti Drottins er hrein, varir að eilífu, ákvæði Drottins er sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýramatari heldur en gull, já nóttir af skýru gulli og sætar en hunang, já hunangseimur. Þinn varðveitu þau kostgæfilega. Að halda þau hefur mikil laun í för með sér. Sálmar 19:10-12. Því þegar Kristus sonur Guðs hins hæsta dvaldi hér á jörðu, þá var Kristus spurður af keisari einum sem settur var í það erfiða hlutverk að ákveða hvernig hann ætti að forðast þess að vilja krossfesta Krist, sem spurði þá spurningu sem margir ennþá nú á dögum spyrja. Þá segir Pílatus við hann, þú ert konungur, Jesús svaraði, rétt segir þú, ég er konungur, til þess er ég fæddur og til þess er ég komin í heiminn að ég beri sannleikunum vitni, hver sem er af sannleikunum heyrir mína rödd. Pílatus segir við hann, hvað er sannleikur? Að svo mæltu gekk hann aftur til gyðinga og sagði við þá, ég finn enga sök hjá honum. Jónas á Guðspjall 18:37-38, þannig eins og Pílatus spurði, hvað er sannleikur? Og þegar Kristur var hér á jarðarvestardögum að kenna, segir, en sá sem iðkar sannleika kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans er í Guði gjörð. Jónas á Guðspjall 3:21, og það sem annars staðar er vitnað, Guð er andi og þeir sem tilbiði hann eiga að tilbiði í and og sannleika. Jónas á Guðspjall 4:24. Og það sem að Kristus sagði við þá gyðinga sem hefðu tekið trú á hann, þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann, ef þeir eru stöði í orði mínu, eru þeir sannilegari svinna mínir og munu þekkja sannleikann og sannleikurinn mun gera yður frjálsa. Jónas á Guðspjall 8:31-32. Því til að skilja hans betur þegar Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins en nema fyrir mig. Jónas á Guðspjall 14:6.
Þá þarf að leita þann eina sannleik sem reikningi kennir hverju sinni til að við sem trúum lærum að vera frjáls eins og sannleikurinn gefur. Því eru Guðshús sem kenna orð hins lifandi Guðs hins hæsta nú til dags að kenna þann sannleik sem gefur frelsi. Því eins og ritað, þeir elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana, hvort þeir séu frá Guði, því margir falsspámenn eru farnir út í heiminn, að þessu geti þeir þekkt anda Guðs. Sérhver andi sem játar að Jesús sé Kristur kominn í holdi er frá Guði, en sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hann er andkristis andi sem þeir hafi heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. 1. Jónasarbréf 4:3. Þá ber okkur sem trúum að trúa ekki sérhverjum anda, heldur prófa þá og reyna. Þegar eins og sama bréf heldur áfram að vitna, þeir börni mín, heyri Guði til og hafi sigra falsspámennina, því að sá er meiri sem í yður er en sá sem er í heiminum. Falsspámenninu heyra heiminum til, þess vegna tala þeir eins og heimurinn talar og heimurinn hlýður á þá. Við heyrum Guði til. Hver sem þekkir Guð hlýðir á oss, sá sem ekki heyrir Guði til hlýðir ekki á oss. Af þessu þekkjum við sundur anda sannleikans og anda villunar. 1. Jónasarbréf 4:4-6. Þá er það í okkar valdi sem segjumst trúa að vilja gefa okkur tími að þekkja sundur anda sannleikans og anda villunar. Þannig hér eru tvær spurningar. Númer 1. Er sá sannleikur sem Kristur kenndi að gefa frelsi, eða eru öll Guðshús nú til dags undir ýmsum nöfnum að kenna þann eina sannleik sem orð Guðs kennir að gefa frelsi? Og númer 2. Hvað eru margir vegir að sannleikanum? Og til að svara þessum tveimur spurningum, þá langar mér sem er að vitna að benda ykkur á. Sérhver ritning er innblásin á Guði og nytsjón til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að sá sem tilheyrir Guði sé albúinn og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Síðara Tímóteusarbréf 3:16-17. Því til þess að vitna orð lifandi Guðs, þá þarf að leyfa því orði að útskýra fyrir okkur hvað sérhver ritning vitnar, því það er jú Guð sjálfur sem innblés því orði sem ritningi kennir hverju sinni, en ekki ég eða einhver annar. Þannig til þess að skilja betur orð Guðs, þá er best að leyfa Guði ritningarinnar að vitna það sem Kristus sonur Guðs hins hæsta skapara heims og jarðar kenndi sinn himna föður, því án sannleikans er ómögulegt að vita þann sem sonur Guðs hins hæsta kenndi það sem gefur öllum frelsi. Þannig að spurning númer 1. Er sá sannleikur sem Kristur kenndi að gefa frelsi, eða eru öll Guðs hús nú til dags undir ýmsum nöfnum að kenna þann eina sannleik sem orð Guðs kennir að gefa frelsi? Svar. Nú á dögum eru mörg svokölluð Guðshús undir ýmsum nöfnum að kenna það sem orð Guðs kennir, en undir ýmsum kenningu sem hefur valdið þess að mörg af þeim Guðshúsum hefur verið að kefja sannleikann með ránsleimi, sem því miður grátlega hefur afvegaleitt marga sem trúa í alls konar villukenningar. Því eins og er vitnað, ég hef skrifað yður vegna þess að þér þekkið ekki sannleikann, heldur af því að þér þekkið hann og af því engin lík getur komið frá sannleikanum. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús er Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og synunum. Hver sem afneitar synunum hefur ekki heldur fundið föðurinn, sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn, en þér látið það vera stöðugt í yður sem þér hafi heyrt frá upphafi. Ef það er stöðugt í yður sem þér frá upphafi hafi heyrt, þá munu þér einnig vera stöðugir í synunum og í föðurnum. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf oss, hið eilífa líf, 1. Jónasarbréf 2:21-25, sem þýðir, þá er engin lygi í sannleikunum nema aðrir kenni að svo sé. Því eins og sama bréf heldur áfram að vitna. Þetta hef ég skrifað yður þá sem er að leiða yður afvega, og sú smurning sem þér fenguð af honum, hún er stöðug í yður og þér þurfið þess ekki að kenni yður, því smurning hans fræðir yður allt. Hún er sannleiki en engin lygi, verið stöði í honum eins og hún kendi yður, og nú, börnin mín, verið stöði í honum
til þess að við getum, þegar hann birtist, átt djörfung og blygðumst vor ekki fyrir honum, þegar hann kemur, þér vitið að hann er réttlátur, þá skiljið þér einnig að hver sem iðkar réttlætið er fæddur af honum. 1. Jónasarbréf 2:26-29. Sem þýðir að nú á dögum er ekki allir að kenna þann sannleik sem gefur frelsi og eilíft líf, á meðan þau afneita bæði föðurinn og soninn sem okkur ber að tilbiðja í anda og sannleik eins og er vitnað. En svo hafi þeir ekki lært að þekkja Krist, þegar ég veit að þeir hafi heyrt hann og hafi verið hann fræddir eins og sannleikurinn er Jesú. Þeir eigi að hætta hinni fyrir breytni og afklæðast hinnu gamla manni sem er spilltur af tælandi girdum, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinnu nýja manni sem skapaður er eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Leggið nú á lyginni og talið sannleika hver við sinn náunga, því að við erum hver annars limir. Efesusbréf 4:20-25. Þannig á meðan sannleikurinn er ekki boðaður eins og Guð vill að við kennum hverju sinni, þá erum við eins og annar staðar er vitnað. Bræður mínir, ef einhver meðal liðar villist frá sannleikunum og einhver snýr honum aftur, þá viti hann að hver sem snýr syndara frá villu vegar hans mun frelsa sálu hans frá dauða og hylja fjölda synda. Jakobsbréf 5:19-20. Því ef Guðs hús hefur vilst frá sannleikunum sem gefur frelsi, þá ber þeim að snúa sig frá þeirri villu til þess að geta kallast sem Guðs hús hins lifandi Guðs. Því ekki kennir sannleikur lygi, þess vegna þurfum við sem trúum að vera að varka hverju sinni hvað er kennt, því til að boðskapu Guðs boðs fram sem sannleik, þá þurfa Guðs hús að snúa sig frá þeirri villu sem þau kenna sína sannaða meðlimum, eins og segir, sá sem trúur á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér, sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúa á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn, og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í sinni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jónasarbréf 5:10-12. Þannig skoðu nú spurningu nr. 2. Hvað eru margir vegir að sannleikanum? Svar. Einu sinni kenndi Kristur. Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegurinn breiður, sem liggur til glötunar, og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins, og fáið þeir sem finna hann. Mattíus og Guðspjall 7:13-14, sem þýðir: Þeir sögðu, við verðum að ganga inn í Guðs ríki gegnum margar þrengingar. Póstulasaga 14:22b. Þannig út frá þessu eru bara tveir vegir, einn breiður sem liggur til glötunar, á meðan hinn vegurinn er mjór og fáir þeir sem hafa áhuga á því að vilja ganga þann þrönga veg, sem þýðir að það er ekki margir vegir að sannleikanum, heldur bara einn vegur sem liggur til lífsins. Því eins og Mattíus og Guðspjall 7 heldur áfram að vitna, ekki mun hver sá sem við mig segir, Herra, Herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einn er gjörir vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, Herra, Herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út í landa í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér, illgjörðu menn. Mattíus og Guðspjall 7:21-23. Sem þýðir, alveg sama hvað Guðs húsin segja, það er bara einn vegur að sannleikanum sem okkur ber að kenna. En ef við kennum villu, þá skiptir engu hversu mikla trú maður kann að hafa, því eins og Kristus sagði, aldrei þekkti ég yður, farið frá mér, illgjörðu menn. Þannig vörumst þess að þurfa ekki einn góðan veðurdag að þurfa að heyra sjálfan Krist okkar dómar að segja, aldrei þekkti ég yður, því ekki er gaman að ef sá sem tekið hafði trú myndi einn daginn heyra, aldrei þekkti ég yður. Þannig höldum okkur við sannleikann, því þar er vegurinn að eilífu lífi sem gefur frelsi.
Því hver sannleikurinn sem ekki kenndur nú okkar dögum eins og rit Biblíunnar kennir, sem ritningi segir að sé innblásinn af Guði. Því þetta nefnilega það sem rita var á sínu tíma. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krists til annars konar fagnaðarerindis, sem þó ekki til, heldur eru einhverjar að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist. En þótt jafnvel ver eða engill frá himni færi að boða yður annað fagnaðarerindi en það sem við höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. Eins og við höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur, ef nokkur boðar yður annað fagnaðarerindi en það sem þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að sannfara menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjónn Krists. Galatabréf 1:6-10. Og þar sem annars staðar vitnað, á að þér vildu umbyrja dálitla fávisku hjá mér. Jú, vissulega umbyrjið þér mig. Ég vakti yfir yður með afbrigði Guðs, því að ég hef fastnað yður einu manni, Kristi, og vil leiða fram fyrir hann hreina mey, en ég hræddur að eins og höggormur taldi ef mig flærsinni, svo kunni og hugsanir yðar að spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Því að ef einhver kemur og predikar annan Jesú en við hefum predikað, eða þeir fái annan anda en þeir hafi fengið, eða annað fagnaðarerindi en þeir hafi tekið á móti, þá umbyrjið þér það mæta vel. Síðara Korintharbréf 11:1-4. Svona á tíma Páls skrifaði hann til sinna safnaða, sem sungu að þau tilheyrðust Kristi, en í raun, eins og áfram vitnað í sama kafla, svo sannarlega sem sannleiki Krists í mér, skal þessi hrósun mig ekki verða þöggu niður í hér Akeu. Hvers vegna? Er það af því að ég elska yður ekki? Nei, Guð veit að ég geri það, en það sem ég geri mun ég og gjöra til þess að svipta þá tækifærinu sem færisleita til þess að vera jafnokkar vorir í því sem þeir stæra sig af. Því að slíkir menn eru falspóstular, svikvirlegir verkamenn taka á sig mynd póstula Krists, og ekki það undur, því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það því ekki mikið, þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra muni verða samkvæmt verkum þeirra. Síðara Korintharbréf 11:10-15. Sem þýðir að þau sem sungu þann fagra söng og þau tilheyrðust Kristi voru í raun og veru andstæðingar Krists sem tekið höfðu á sér ljósengilsmynd, sem svikulegri verkamenn taka á sig mynd póstula Krists og boða því miður annað fagnaðarerindi en það sem Kristur og sannpóstularnir sjálfur kendu og boðuðu, sem voru engin furða að margir nú á dögum spyrja eins og Pílatus spurði, hvað sannleikur? Því það sem Pílatus upplifði á sínu tíma nákvæmlega það sama og við nú á dögum upplifum, falskenningar sem leiðir þá sem vilja trúa í villu sem endar með því að spurt verður áfram, hvað sannleikur? Því eins og ritað, en ég áminni yður, bræður, í nafni Drottins vors Jesú Krists, að þeir séu allir samhuga og ekki séu flokkadrættir á meðalíðar, heldur að þeir séu fullkomlega saminaðir í sama hugafæri og í sömu skoðun, því að mér hefur verið tjáðu meður, bræður mínir, af heimilsmenn og klói, að þrætur eigi sér staða á meðalíðar. Já, við þetta, að sumir yðar segja að ég Páls og aðrir ég Apollos, eða ég Kefasar, eða ég Krists. Það Kristi skipti í sundur? Mun Páll hafa verið krossfestu fyrir yður, eða eru þeir skýrðir til nafns Páls? 1. Korintharbréf 1:10-13. Þá ber að vera saminuð í sama hugafæri og í sömu skoðun og skipta ekki Kristi í sundur í flokkadrættisnöfnum sem tilheyrist ekki líkama Krists. Sem þýðir að þótt maður kunni að tala miklu orðspeki eins og mörg guðshús undir ýmsum nöfnum nú til dags gera,
þá boðum við ekki það sem heiminum líkar, heldur orð krossins sem heimska þeim glatast, en okkur sem þyrstir eftir sannleikanum, sem hólpnir erum, þá það kraftur Guðs sem við boðum en ekki eitthvað annað. Eins og vitnað, því að þann tíma mun að bera, menn þol ekki hina heilnæmi kenning, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnu sínu til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyrum sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. En ver þú algaður jöllu, þol illt, gjör verk trúboða, fullna þjónustu þína. Síðara Tímóteusarbréf 4:3-8. Svona því miður Guðs hús og okkar dögum sem þol ekki hina heilnæmi kenning, eins og vitnað. Ég þekki verkið þín, að þú hvorki kaldur né heitur, betra að þú veri kaldur eða heitur, en af því að þú hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur og orðið auðugur og þarfnast einskis, og þú veist ekki að þú vesalingur og aumingi og fátakur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull, skýrt í eldi, til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirði nekta þinnar og smyrsla smyrja með augu þín, til þess að þú verði sjáandi alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, ver því heiluga og gjör iðrun. Opinbera bók 3:15-19. Já, svona Guðs hús undir ýmsum nafnum sem Kristur elskar, tiftar og agar. Því ef einhver af þeim Guðshúsum heyra nú á okkar dögum raustu Krists og heiluga og sækjast eftir því að vilja gera iðrun með því að boða sannleikan sem gefur frelsi, þá mun Kristu taka aftur á móti þeim sem vilst hefur frá trúnni, því ekki hálfvolgur sannleikur nóg til þess að kalla sig sem þjón fagnaðarerindisins eins og Kristus sagði, en hann svaraði, sannlega segi ég yður, ég þekki yður ekki. Mattíus Guðspjall 25:12 sem þýðir Kristur mun yfirgefa alla þá sem hálfvolgir í sannleikanum og þola ekki hina heilnæmi kenning sem boðað okkur öllum til iðrunar sem segjumst þjóna Kristi. Þannig ef við sem segjumst trúa viljum ekki lenda einn daginn í að vera ekki þekkt af Kristi, þá ber okkur að passa okkur á því að við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem rekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarafindi, tælda slægum mönnum með velabröðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikann í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur. Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inna sína þjónustu af hendi, allt eftir þeim krafti sem hann úthlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika. Efesusbréf 4:14-16. Því öll þau sem tilheyrast húsi Guðs kallast sem einn líkami Kristi, sem og Kristur höfuð þess Guðshús, þótt margir líkamar séum, þá erum við ekki nema með eitt fagnaðarerindi og eitt boðskap sem einn líkami Kristi, þannig kennum við sama hugafar og í sömu skoðun sem einn líkami Kristi, en ekki sem splundraði líkamar með mismunandi fagnaðarerindi og boðskap. Því þegar Kristus sendi lærisveina sinna til að predika fagnaðarerindi í fyrsta sinn, segir, farið og predikið himnaríkið nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkfráa, rekið út í illa anda, gefins hafið þeir fengið, gefins skulið þeir láta í té, takið ekki gull, silfur né eyr í belti, eigi mal til ferðar eða 2 kirtla og hvorki skó né staf, verður verkamaðurinn fæðir síns. Mattíus Guðspjall 10:7-10 sem þýðir eins og Pétur sagði, silfur og gull á ég ekki, en það sem ég hef, það gef ég þér í nafni Jesú Krists frá Nasaret, stattu upp og gakk. Póstulasaga 3:6. Því verður verkamaðurinn fæði síns. Og eins og annars staðar vitnað, launin hrópa, þau sem þeir hafi haft af verkamannunum sem slógu löndeyðar, og köll korskurðamannanna komið til erna drottins hersveitanna. Þeir hafi lifað í salulífi á jörðina og í óhófi. Þeir hafi alið hjörtu yðar á slátrunardegi. Þeir hafi sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitir yður ekki viðnám. Jakobsbréf 5:2-6. Sem þýðir,
Ef þeir reynist ekki trúir í hinum rangláta mammon, hver trúir yður þá fyrir sönnum auði, og ef þeir reynist ekki trúir í því sem annars hver gefur yður þá það sem yðar Enginn getur þjónað tveimur herrum, annaðhvort hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn. Þeir geta ekki þjónað Guði og mammon. Lúkasar Guðspjall 16:11-13. Því eins og annars staðar vitnar, nú kemur maður inn í samkundi yðar með gullhring á hendi og í skartlegum klæðum og jafnfram kemur inn fátækur maður í óhreinum fötum, ef öll athygli yðar beinist að þeim sem skartklæðin ber og þér segið, settu þig hérna í gott sæti, en segið við fátækamannin, stattu þarna, eða settu þig á gólfið við fótskur mína, hafið þeir þá ekki mismunað mönnum og orðið dómarar með vondum hugsunum? Heyrið, bræður mínir elskaðir, hefur Guð ekki útvalið þá, sem fátækir í augum heimsins, til þess að þeir verði auðugir í trú og erfingjar þess ríkis hann hefur heitið þeim, sem elska hann. Jakobsbréf 2:2-5. Sem þýðir, sælir eru þér eru smánaðir vegna nafns Krists, því að andi dýrðarinnar, andi Guðs hvílir þá yfir yður. Enginn yðar líði sem manndrápari, þjófur eða illverki eða fyrir að hlutast til það öðrum kemur við. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki, heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni, því að nú tíminn kominn að dómurinn byrja á húsi Guðs, en ef hann byrjar á oss, hver munu þá verða afdrif þeirra, sem ekki hlýðnast fagnarendi Guðs. 1. Pétursbréf 4:14-17. Því einhvers staðar verður dómur Guðs að byrja, þannig best að leyfa þeim dómi að byrja á húsi Guðs, sem sagt á þeim sem ekki hlýðnast fagnarendi Guðs. Því sá Guð sem elskar okkur vill aga okkur og tifta. Þess vegna best að leyfa dómi Guðs að byrja á þeim sem segjast boða sannleikann, sem og gefur frelsi öllum þeim sem þyrsta eftir þeim sannleik. Þannig lærum nú að hlýðnast fagnarendi Guðs. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir gladdist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki, sá sem trúir ekki þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúa á nafn Guðssonaris eina, en þessi dómurinn. Ljósið komið í heiminn, en menn elskuðu myrkri fremur að ljósi, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gjörir hatar ljósið og kemur ekki til ljósins, svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem iðkar að sannleikann kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans í Guði gjörð. Jónasar Guðspjall 3:16-21. Sem þýðir að við verðskuldum ekki þennan kærleik sem Guð gaf okkur, en samt gerði Guð þetta fyrir okkur sem lifum í sjálfstortími og glötun vegna þekkingarleysi við að vilja ekki taka á móti ljósinu. Því þannig kærleikur Guðs til allara þeirra sem leita eftir að vilja læra hlýðnast fagnarendi Guðs í sannleik. Og Guð sendi ekki son sinn eingetinn inn í þennan heim til að dæma hann, heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sem þýðir að þau sem eru í heiminum gefur sig þann tíma að kynnast ljósinu sem komi í þennan hrörna heim til að við glötumst ekki heldur frelsust fyrir sinni Guðs sem gaf líf sitt fyrir alla þá sem Guð elskar alveg síðan að upphaf heimsins varð til. Eins og vitnað, enginn hefur nokkuð tíma að séð Guð. Ef við elskum hver annan, þá Guð stöðugur í oss og kærleikur hans fullkomnaður í oss. Við þekkjum að við erum stöðugir úr honum og hann í oss, af því að hann hefur gefið oss af sínum anda. Við höfum séð og vitnum að Faðirinn hefur sendt soninn til að vera frelsari heimsins. Hver sem játar að Jesús sé Guðs sonur, í honum Guð stöðugur og hann í Guði. Við þekkjum kærleikann sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum.
Með því kærleikurinn orðið fullkominn hjá oss að við höfum djörfunga á degi dómsins því að við erum í þessum heimi eins og hann er. 1. Jónasarbréf 4:8-17. Þannig að lokum mín kæru systkini sem segjumst vera þjónar Krists. Það langar mér að minna ykkur á, en eftir fyrirheiti hans væntu við nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér elskuðu væntir slíkara hluta, þá kappkosti að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Síðara Pétursbréf 3:10-14. Þannig lærum að kappkost að sækjast eftir því að vilja vera flekklaus og lítalaus frammi fyrir Kristi, því það kallast sannur kærleikur og frelsi. Megi náð Drottins Jesú Krists sonur okkar himna föður hins hæsta skapara heims og jarðar að vera með ykkur. Í því nafni sem öll kné einn daginn munu tigna sem Drottin drottna og konunga. Okkar himna föður til dýrða vera með ykkur öll. Sá sem þetta votta segir, já, ég kem skjótt. Amen, kom þú, Drottin Jesús. Opinberabók 22:20. Amen, kom þú, Drottin Jesús. Kæri einlags kveðið ykkar bróðir í Kristi Jesú, Magnús Ragnar Magiraki.